Æ Gunnar, það sigurinn í KA-heimilinu í dag, menn tala Gunnar-effekt í KA-heimilinu. Þú kemur alltaf hingað á þess að taka með þér stig heim. Nei, gaman að koma hingað og vel tekið á móti manni og já, þó ég sé nú að vinna leikina, þá er þetta alltaf hörkuleikir og svona ánægði með okkur núna bara góðu liðsigur. KA-menn komin okkur áhlaup svo í svona seinni hálfleik, stóðum svona þau öll og komin tilbaka. Þannig bara glaður að fara heim að fara í rútuna með 2 stig í farteskinu. Þetta var alveg sveiflukenndur leikur eins og þú talar og þetta var svona eiginlega spurning hvaða lið myndi eiga síðustu sveifluna. Já, það hjálpaði við náum 5 mörkum aðeins í seinni og áttum smá buffer þegar KA kom svo með loka svona áhlaupið og við stóðumst það og þetta er bara, KA-liðið bara ótrúlega vel manna lið og erfitt að koma hingað og bara ánægð með okkur, við vorum hund og óánægð með fyrsta leikin, núna sýndum við karakter og sýndum við þetta spirit sem við þurfum til að landa þessum sigurum og þetta var ekkert besti leikinn okkar, við vorum ekkert að toppa í öðrum leik en við vorum að fæta fyrir þessu og sýndum mikla baráttu og landuðum þessu. Flott var Hergeir inn, hann kemur frábærlega inn í seinni hálfleikinn og tekur eiginlega við af Frey sem var frábær í fyrri hálfleik. Þannig að hvað getur þú sagt okkur um þetta? Já, þetta bara að drefa álunum vel á bæði Frey, Hergeir og svo líka Skarpa, þannig vorum við þá 3 og urðum hann að smá Birkir meiddist þannig að Óli þurfti að klára allan seinni hálfleikinn en þetta bara hjálpaði til að við náðum að rúlla á þeim 3 og Hergeir kom ferskur inn á mikilvæg augnabliki og frábær innkomu og þeir bara skilu allir sínu, þeir 3 og þetta bara munaði að geta aðeins rúlla á þeim, þannig að þeir fengu allir smá pásin á milli. Og meiðist Birkir í fyrri hálfleik, er eitthvað sem getur sagt okkur um hans meiðsli? Já, bara fekk eitthvað höfund, ég mista brotun en ekki gott og aldrei gott þegar menn fá höfuhögg en við verðum bara að sjá til hvernig það þróast en auðvitað bara, hann var bara að spila frábærlega í fyrri hálfleik. Takk fyrir þetta Gunnar og gangi ykkur vel. Takk.